2 skólar á Akranesi, ég flakkaði svolítið á milli þeirra, mamma og pabbi voru alltaf að flytja. Já. Mamma var svo ung þegar hún átti mig sko, hún var 16 ára og pabbi 19 ára. Já, þannig að hérna, ég átti mjög unga foreldra og þau voru svona að koma sér fyrir. Þannig að ég var fyrst í fyrst í grundaskóla, svo Brekkubæjarskóla og svo grundaskóla. Já. Það var bara alltaf leið, þetta var alltaf sömu krakkarnir samt sem var alltaf með og svo fór ég í fjölbrautaskólan þarna, þannig að það var alltaf einhvern veginn sama fólkið. Já. Og það var bara svo gott, ég minn, þetta var bara svona dæmigerður smábær, þegar ég var allast upp, var svona 4-5 þúsund manns sem byggu þarna og það var náttúrulega göngin kom ekki fyrir 98, þannig maður var, þú veist, maður gæti farið með Akraborgin í bæinn eða tekið hérna fjörðin og það var ekkert gert á hverjum degi sko, eins og margir gera kannski í dag, þannig að Akranes hefur breyst svolítið, en þetta var svona, þú veist, já, eins og ég segi, dæmigerður smábær þar sem enginn læsti hurðinni og allir voru svolítið bara frjálsir og bara svo gott að alast upp þar. Já, ertu áttu einhver sískinni eða? Já, ég á svo 2 yngri sískinni. Já. Þannig að þau hafa byrjað bara mjög snemma. Þau byrjað bara mjög snemma og ennþá saman og bara... Það alveg magnað. Já, það bara mjög gott sko. Já.